Góðan dag og gott kvöld. Verið velkomin í seinni þátt af Maðurinn á markaðurinn. Þessi þáttur mun snúast allt markaðinn sjálfan, kauphallir, millimenn og af hverju markaðurinn hreyfist, og ég með svo nokkra spurningar í lokin sem ég fekk í e-mail úr síðasta þátti. En ég var akkurat svolítið efins hvort ég ætti að tala markaðinn eða fara að tala mig og mína sögu, og það sem flest ykkar eru hér komin til að fræðast markaðinn eða vita meira hann, þá held ég að sé bara frekar þægilegt við byrjum að ræða svolítið bara hlutabréf yfir höfuð. Hæ, ég heiti Ásmundur Ari, betur þetta sem gott að pissa. Ég er 21 árs með næstum því 4 ár af markaðsreynslu að baki. Ég er sjálflærður og mér finnst þetta það skemmtilegasta sem ég geri og vill fræða flest alla Íslendinga þetta. Ég held eða hvað ég að segja, ég er með svona punkta hérna fyrir frá mig og eitthvað smá svona handrit sem ég get lesið af til að auðvelda mér svolítið þetta, því ég vill nefnilega ekki vera að segja eitthvað bull við ykkur. Ég er ekki með neinar heimildir, sem sagt, ef ég veit ekki eitthvað nógu vel, þá er ég ekki að fara að ræða það í þessum þætti, því að ég vill svolítið bara fræða ykkur allt þetta helsta, fræða ykkur það sem ég gjörsamlega veit allt en ég vill ekki þannig séð vera að googla eitthvað fyrir ykkur og svo tala það hérna, því að sjálfsög getið þið gert það sjálf. Já, ég er að fræða mig nú freka mikið bara hlutabréf yfir höfuð gegn þessi 4 ár og þekki þetta svona þægilega vel að ég get kennt öðrum þetta án þess að þurfa að vera að skoða upp heimildir, en að sjálfsög ef að ég veit ekki eitthvað, þá er ég ekki að fara að tala það í þessum þætti. Já, ég er með svona punktar fyrir frá mig og þessi punktar eru ekki kannski svona þægilegasta settir upp, þannig ég veit ekki alveg hvernig flæðið af þættinum mun fara í gegn. Ég skal reyna svolítið að blanda þessu öllu saman svo þetta hljóma bara eins og ein efnisgrein eða hvernig sem það er, en ég held við skulum bara hafa þetta þægilega kósí í dag og fræða okkur aðeins hlutabréf. Sem sagt, hvað eru hlutabréf og af hverju erlend hlutabréf? En hlutabréf er verðbréf sem táknar eignarhald á hlutahaf fyrirtæki sem gaf það út. Hlutabréf veita eignarrétt á hluta af hagnaði fyrirtækisins sem jafngildir fjölda hluta í eigu þess. Rosa flóki en við förum svolítið dýpra. Hlutabréf er aðalega keypt og selt af opinberum kauphöllum. Kauphallir og hlutabréfin sem eru skráð á þeim er skylt að fara eftir reglum stjórnvalda sem ætlar til að vernda fjárfesta og svikamlegu praktískum. Kauphallir eru hér fyrir okkur frekar en fyrirtækin sjálf. Hlutabréf er sönnun að þú átt prósentu í fyrirtæki sem gaf það út. Getur svolítið ímyndaðir eins og skráningin á bílnum þínum, bara einföld sönnun að bíllinn er eignin þín. Fyrirtæki gefa út hlutabréf til að afla fjár, til að reka eða stækka viðskipti sín. Það eru tvenn megin hlutabréf, það eru venjuleg hlutabréf og forgangs hlutabréf, en fyrir okkur þá skiptir það svolítið litlu máli. Svona almenn fjárfest, þá er þetta ekkert eitthvað rosa mikilvægt. En sögulega séð hafa hlutabréf skila betri árangri en flest aðra fjárfestingar til langtíma litið. Og ég meina þetta sem sögulega séð, að sjálfsög í dag er steypan töluvert betra en hlutabréf, en ef við erum að horfa 100 ár tilbaka, þá hefur hlutabréfin skilað meiri árangri heldur en steypan, en sjálfsög í dag er steypan töluvert betri fjárfesting, myndi ég segja. En það eru tvenn bréf sem flest allir kaupa út ævi sína. Hlutabréf og skuldabréf. Hver er munurinn á þeim? Hlutabréf og skuldabréf eru bæði tegundir verðbréfa. Verðbréf er breiðara hugtak yfir skuldabréf, sjóða og fleira, þannig að þegar ég fer að tala verðbréf þá er ég svolítið að tala þetta bæði. En þau tákna mjög ólíkar gerðir af eignarhaldi og sambandi milli fjárfestisins og fyrirtækisins eða útgefandans. Munurinn liggur aðalega í því hvernig fjárfestarinn fær ágóða sinn, áhættustigið og hvaða réttindi hann hefur. Eins og ég sagði áðan, þá er hlutabréf tákn eignarhlut í fyrirtækinu.
þegar þú kaupir hlutabréf verður þú með eigandi í því fyrirtæki sem gaf út bréfið. Sambandið er því eigendasamband. Á móti kemur skuldbréf sem táknar lánveitingu. Þegar þú kaupir skuldbréf ertu að lána útgefanda, eða sem sagt fyrirtækisins, ákveðna fjárhæð gegn því að fá hana greidd tilbaka á tilteknum tíma sjálfsögðu, auk reglubundin vaxtagreiðslu og skuldbréf skapa sem sagt skuldasamband sem þýðir það að þú ert einfallega lánveitandi og útgefandi er bara skuldarinn. Svo af hverju selja fyrirtæki hlutabréf? Það er bara einfallega þau þurfast einhvers fjármagns eða vöxt fyrir verkefni sem að þau eru að fara að vinna í. Svo grundvalið sem þau þurfa að setjast undir er hvort ætla þau að selja hluta í fyrirtækisins eða ætla þau bara einfallega að taka lán, sem sagt að selja skuldbréf. Valið ræðist af 3 meginþáttum: áhættan, stjórnunin og kostnaðurinn. Sem sagt, geta þau beðið eftir fjárfestingum frá öðrum og með því missa part af fyrirtækinu til almennings eða valdna aðila, eða þurfa þau peningin í strax í dag fyrir meiri áhættu en missa samt ekki sinn hluta í fyrirtækinu. Hvað meina ég með að missa sinn hluta í fyrirtækinu? Er að þegar þú ert að selja hlutabréf þýðir það að fyrirtækið er að auka fjöld eigenda. Því meira hlutabréf sem eru seld, því meira þynnst út fyrirtækið og eignarhlutfall. Nýir hluthafar fá atkvæðisrétt og nefnilega geta haft áhrif á ákveðarnir innan hluthafsfunds sem getur verið ókostur fyrir þessar upprunalega stofnendur og stjórnendur. En þegar fyrirtæki gefur út skuldabréf er ekkert þannig vandamál. Fjárfestar eru aðeins lánveitendur sem hafa enga afskipti af daglegum rekstri eða eitthvað atkvæðisrétt strategískar ákvarðanir, sem þýðir að núverandi stjórnheld og eignar hlutfall helst gjörsamlega óbreytt. En af hverju er ég að einblínast svona mikið af erlendum markaðum frekar en íslenskum? Og fyrir mér er svarið mjög einfalt og jafnvel stutt. Það eru töluvert fleiri að versla á erlendum markaðum heldur en á íslenskum. Og meira að segja þegar íslensk hlutabréf verða nógu stór þá eru þau alltaf að færa sig yfir í dollaran frekar en að halda sér í íslensku krónunni til að auka að fá fleiri inn í fyrirtækið eða sinn hlutfall. Þessi aukni virki leyfir okkur nefnilega að selja og kaupa á töluverðu sneggri tíma og markarna sjálfsögur hreyfist töluvert meira sem er bæði gott og slæmt. En hvað eru þá þessi stærstu hlutbréfa fyrirtæki eða hlutabréfs? Og það er að sjálfsögðu S&P 500 og Nasdaq. Þetta er örugglega fyrstu fyrirtækin sem þú mynd heyra þegar þú spyrð út í þetta og það sem flest allir tala um. En já, stærstu hlutbréfamarkar heims eru akkurat S&P 500 og Nasdaq og þau eru risastór hvað það varðar heildarverðmæti og að sjálfsögðu gríðarlega mikilvæg þegar kemur að lausa fjárstöðu eða það sem þið daytrader að þekki sem liquidity. S&P 500 samanstendur af 500 stærstu opinberu fyrirtækjum í Bandaríkjunum. S&P 500 táknar því stóran hluta af bandarísku hagkerfi. Heildarmarkaðsvirði allra fyrirtækjana í S&P 500 er hugsað sem 40 milljarðir bandarískra dala. Að sjálfsögðu breytist það eftir því hversu margir að kaupa og selja dagstælega og fréttir og fleira. En Nasdaq eða Nasdaq Composite inniheldur öll fyrirtæki sem er á Nasdaq, sem sagt bara þú þekkir örugglega sem Wall Street í New York og þetta eru yfir 1000 fyrirtæki. En þú þekkir örugglega Nasdaq 100 frekar. Nasdaq 100 inniheldur 100 stærstu og mest veltu fyrirtæki á Nasdaq. Það er oftast hugsað með samanlagt markaðsvirði fyrirtækjanna á Nasdaq er helmingur af S&P 500. Sem sagt, ef S&P 500 er 40 milljarðir, þá er Nasdaq í kringu 20 milljarðir bandaríska dali. Þessi 100 fyrirtæki fyrir nútíman okkar í dag eru öll fyrirtæki sem hafa eitthvað að gera með tækni. Oft er nefnilega hugsað að S&P 500 eru 500 stærsti fyrirtækja úr öllum flokkum,
allt frá húsgögn í tækni og mat og fleira, en að Nasdaq 100 sé einfallega 100 stærstu tæknifyrirtæki, þú veist, eins og Google og Microsoft og Samsung, en það lítur einfallega þannig út bara út af nútímanum í dag. Tæknin mjög stór hjá okkur í dag, eins og með gervigreind og fleira, sem lætur öll 100 fyrirtækin vera tæknitengt. En af hverju ættum við að vera að kaupa í erlendum mörkuðum þegar við viljum væntanlega halda okkur í öllu þessu íslenska? Ég meina, við elskum okkar ríki, okkar land og þjóð, kannski ekki alveg með ríki, það er svolítið allt í rugli þar, en ég ætla ekki að fara að tala um það. En íslenski fjármarkaðurinn ógeðslega lítill og svo sannarlega einangraður, sem þýðir að hann sko berskjaldaður fyrir sérstakri áhættu, þess að það sem við kallum unsystematic risk, og öll áföll sem tengjast íslenska hagkerfinu, eins og sveiflur í ferðaþjónustu eða fiskveiðum, gríðarlega áhrifamikil þegar kemur að verðbréfi til dæmis bara hjá Íslandsbanka. Með því að færa hluta af eignasambandin okkar í alþjóðlegar vísitölur, eins og í S&P 500 og Nasdaq, hægt að dreifa áhættunni svo miklu meira og við þá ekki eins óviss hvernig skipun út á sjó að standa sig. Þannig ávöxturinn minna háður íslenskri króninni og hagsveiflum innanlands, en fylgir fremur framistuðu stærri alþjóðlegra hagkerfa og fjölbreytari atvinnugreina. En uppbygging markaðsins þannig sé svolítið flókin, reyndar það flókin að við höfum ekki beinan aðgang að kauphöllinni. Sko, fyrst og fremst þá kemur kauphöllin fyrir uppbyggingu markaðsins. Kauphöllin nú ekki þannig sé flókin fyrir okkur að skilja, þetta bara höll sem tengir kaupendur og fyrirtæki saman og passar að allt sé eðlilegt og tryggir öryggi og sanngjörn viðskipti, bara frekar basic. En til að þurfa að kaupa og selja eitthvað í kauphöllinni þá þurfum við nokkur fyrirtæki sem setja inn í kauphöllinni, og fyrirtækin þurfa að fara í það sem heitir IPO eða fyrsta útboðið. IPO, Initial Public Offering, eða fyrsta útboðið bara ferlið þegar einkafyrirtæki ákveður að selja hlutabréf sín í fyrsta sinn til almennings eða einhverja aðra. Ég tel þetta vera svolítið stærsta skref fyrirtækisins, þar sem þú ert að breyta úr lokuðu fyrirtæki í opið hlutfélag, sem sagt þú ert að færa þau úr EHF í HF. Ferlið ógeðslega einfalt sem betur fer, en það tekur ógeðslega langan tíma að komast í útboð, en fyrirtæki fer fyrst og fremst í gegnum verðmat til að meta sem sagt hversu mörg hluta þau ætla að búa til og hvað hver og einn hluta á að kosta. Svo fer það í það sem heitir skjölun. Skjölun bara þegar fyrirtækin safna saman öllum löglegum skjölum sem þarf að fylla út og fá öll leyfi sem þau þurfa, og að lokum þurfa að fá samþykki frá eftirlitsstofnun. En síðast en ekki síst það að fjárfestingabankin selur fyrstu bréfin til svona stórar fjárfestinga eins og lífeyrissjóða og vogunarsjóða áður en við almenningur getur verslað þá í kauphöllinni. En eins og ég sagði áðan, við höfum ekki beinan aðgang að kauphöllinni, svo við þurfum það sem heitir verðbréfamiðlar. Verðbréfamiðlar fyrirtæki eða stofnun sem starfar sem milliliður og milli fjárfestir á kauphallarar og okkur. Vegna þess að almenningur hefur ekki þennan beinan aðgang að kauphöllinni hlutverk miðlarins að framkvæma kaup og sölur fyrir okkar hönd á þeirra hátt, sem sagt að milliliðurinn má gjörsamlega ráða hvernig hann fer að því til lengi sem að verki fer að lokum, sem þýðir að sjálfsögðu að flest allir verðbréfamiðlar þeir fá svolítið að ráða hversu mikið þeir rukka fyrir að vera millimaðurinn. Það getur verið allt frá 1000 kall gjald bara til að kaupa bréfið, en svo líka sumir sem taka prósentur í staðinn fyrir að hafa eitt og sér verð, en ég fer kannski það seinna. Á Íslandi verðbréfamiðlun að í mestum höndum stærstu fjármálastofnana landsins. Þessir aðilar hafa tilskilin leyfi til að stunda þessa miðlun með verðbréf og virkni á íslensku verðbréfamarkaði. En helstu aðilar sem bjóða upp á þessa þjónustu þrír stærstu bankar landsins: Landsbankinn, Íslandsbankinn og Arionbankinn. Þessi bankar sjá almenna verðbréfamiðlun fyrir bæði einstaklinga og að sjálfsögðu fyrirtæki,
og eru oft sko fyrsti viðkomu staður fyrir þessa almenni fjárfesta. Líklegast ef að þú átti einhver íslensk verðbréf, þá keyptir þú þau líklegast í gegnum einhver af þessum bönkum. En núna skiljum við svolítið hvernig kauphöllin virkar og hvernig markaðurinn svona rétt svo virkar eða af hverju hann til, vonandi. En stóra spurningin þá, hvernig hreyfist hlutabréfin? Af hverju þegar að fyrsta útboðið kostaði kannski 100 krónur, kostar 2000 krónur 20 ára setna? Og flestir myndu segja framboð og eftirspurn, sem alveg rétt. Framboð og eftirspurn það stærsta svona verðmyndin hlutabréfa, rétt og eins og bara öllum öðrum mörkuðum, þó að þættinni sem knýja áfram eftirspurnina séu helvíti ólíkar þeim sem að, ég veit ekki, ráða verði á tómötum eða bílum. En svona í grunninn þá snýst verð hlutabréfa væntingar og fjöldi tilbúna kaupenda og seljanda. Framboð á hlutabréfum í raun hversu mörg bréf eru til í sölu á tilteknu verði á ákveðnum tíma. Og það oftast núverandi hluthafar sem bjóða fram bréfin sín, en eftirspurnin hversu margir fjárfestar vilja kaupa þessi bréf. Þegar eftirspurnin eftir hlutabréfum meiri en framboðið, sem gerist til dæmis þegar góða fréttir berast við fyrirtækið, hagnaðarspár breytast, framtíðar áhorf í iðnaðinum bjartar, þá margir fjárfestar tilbúnir að greiða hærra verð til að eignast bréfin. Þessi mikla eftirspurn þvingar verðið upp, það til að nýtt jafnvægi næst. Það sem færri tilbúnir að kaupa á svona ógeðslega háu verði og flestir svona tilbúnir að byrja að selja. Öfugt við þetta, ef framboðið meira en eftirspurnin, eins og þegar slæmar fréttir koma fram, áhyggjur af rekstri eða markaðsástand í neikvæðum túr, þá vilja að sjálfsögðu fleiri selja bréfi sín heldur en að kaupa, og þetta veldur því að seljandi þurfa að lækka verðið sitt til að finna kaupendur, sem dregur verðið niður ennþá lægra þar til að jafnvægi næst. Það miklu meira sem skapar að sjálfsögðu hækkun og lækkun verðs hlutabréfa, eins og efnahagslegar vísbendingar, uppgjör fyrirtækis, ársreikningar, vaxtahækkanir, almenn efnahagsþróun, tæknilega greiningar. En fyrir mig sem daytrader og langtíma kaupandi, þá skiptir mér það rosa litlu máli og trufla mig lítið. Eina svona sem ég get sagt þetta bara fylgjast vel með fréttum þegar þú daytrader, að checka fréttum hér og þar eða í langtíma kaupum. Því, frambúð og eftirspurn svolítið þetta það helsta. En gott dæmi fyrir mig til dæmis vextir hjá Bandaríkjunum hafa hækkað cirka 4% síðustu 4 árin, sem ógeðslega mikið. En það svo sem sést ekki þannig séð á mínum hagnaði af langtíma fjárfestingum. Því að sjálfsögðu þetta langtíma fjárfesting, ég mun eiga þetta eins lengi og ég get. Að sjálfsögðu gott að hafa auga á þessu öllu, en persónulega finnst mér óþarfa að útskýra þetta allt í þessum þætti. Ég held við förum frekar bara dýpra í það seinna þegar ég fer kannski að útskýra helstu fréttir og hvernig þau hafa áhrif á markaðinn. En eins og ég sagði áðan, ég tel ekki framboð og eftirspurn vera það sem hækkar og lækkar verðið á markaðinum. Flest allir traderar, það sem ég minn með að við teljum tilfinningar eða sálfræði vera það sem hreyfir markaðinn mest. Við köllum þetta Fear and Greed Index. Sem sagt, þegar við horfum á grafíkina, charta ensku, á S&P 500, erum við að horfa á sögu sem skrifið af sameiginlegum tilfinningum tugi milljóna fjárfesta allan heim. Það svo sem sagt að markaðurinn hreyfist af köldum tölfræðigögnum, en í rauninni það hvernig fjöldinn bregst við tölfræðinni. Þetta það sem við köllum massasálfræði, og hún skapar mynstur sem endurteknið í gegnum alla sögun okkar. Sem sagt, fyrir stórhrun sjáum við alltaf tímabil þar sem græðgi fær gjörsamlega ráðaferðinni. Þetta græðgi almenna tilfinninga að eitthvað sé öðruvísi eða verðið mun hækka endalaust. Á þessum tímum köllum við það blómstrun
eða euphoria og grafíkin sýnir einfallega lóðrétta hækkun. Það lítið leiðréttingar og allar neikvæðar atburðir eða fréttir eru gjörsamlega hunsaðar. Fjárfestar eru alltaf tilbúnir að borga óeðlilega mikið til að eiga part í þessu og að sjálfsögðu vona þau geta selt þetta á ennþá hærra verði. Í aldraganum hruns 2008 sást þessi græðgi í húsnæðismarkaðnum og grafík fjármálafyrirtækja sýndi þetta óeðlilega sjálfstraust fram út árið 2007 þar til toppur var náð. Þegar massasálfræðin snýst svo við þá tekur óttinn gjörsamlega við og það er þá sem markaðurinn brýtur saman. Þetta byrjar oft með efasemdum fárra en þegar þeir byrja að selja breytist það í paniksölu allan heim. Á grafíkinni kemur þetta fram sem hrun, það sem verðið fellur mun hraðar en það hækkaði. Ástæðan er sú að það eru miklu meiri hvati að forðast tap en að græða, sem ýtir undan örvæntingum. Lehman Brothers. Á þeim tíma sem Lehman Brothers fjalli og menn áttu sig á alvarleika stöðunar, fór allt panik í gang. Vísitala S&P 500 sýndi óhugarlega stór rauðkerti með gríðarlegu sölumagni. Þú getur séð þetta í dag ef þú opnar TradingView og skrolla til 2007. Fólk var nefnilega ekki lengur að selja út af því þau trúðu á markaðinn, heldur eingöngu á hreinum ótta tap. Og það er þessi panik sem skapar hinu dramatísku hrunlínuna á chartinu. Eftir að slík hrun hafa náð sínum botni, tekur við þetta langtímabil þar sem menn að glíma við þetta tvennt helsta í sálfræðinni, efasemdir og von. Jafnvel þótt að markaðurinn byrja að hækka, treysta fjárfestinga því ekki og það sést að þessi ójöfn hækkun á grafíkinni, það sem minnstu slæmu fréttir hafa mestu áhrifina og þegar liggur við eitthvað segir eitthvað leiðilegt í fréttum þá lækkar markaðurinn töluvert meira þótt að hrunið er löngu búið vegna þess að þau eru svo hrædd við nýju hruni. Alveg að missa vitið það. Það er einmitt þessi tókstreita á milli þeirra sem að gerir fólk enn efins hvort að þau ætti að halda áfram að kaupa eða selja og skapar þetta lengra bataferli fyrir markaðinn sjálfan. En það eru 3 tegundir af fjárfestingum sem að þú munt líklegast velja 1 af eða jafnvel 2 og fyrst og fremst er þetta langtíma fjárfesti sem að flest allir þekkja bara einfallega kaupa og eiga þetta eins lengi og getur. Flestir oftast kaupa þetta ungir í kringum 20 til 25 ára og selja ekki fyrir en þeir orðin á milli 40 til 60 ára gamalt. En svo er til dagsviðskipti eða day trading og það er einfallega það, þú keipur og selur á innan við einum degi. Flestir hugsa það þannig að þú ferð ekki að sofa með peningin í markaðinum. Og síðast en ekki síst það sem að flestir færa sig úr frá dagsviðskipti í sveifluviðskipti og þá er þetta að halda í nokkra daga eða vikur eða kannski mánuði en það fer eiginlega aldrei yfir 3 mánuði. Eftir 3 mánuði er þetta að byrja að flokka sem langtíma fjárfesting. En af hverju er til S&P 500 og það er einfallega það fyrir nokkur ár síðan og að teki eftir því að selja eitt og eitt fyrirtæki var byrjað að vera vesen innan kauphallarinnar. Sem sagt þegar að Nasdaq og Wall Street voru í erfiðleikum með að halda upp á öllum pöntunum innan kauphallarinnar. Það ákveður að henda þessum 500 stærstu fyrirtækjum sem flest allir voru að kaupa inn í eitt fyrirtæki eða inn í eina vísistölu og flestir fóru bara að kaupa í því. Með tímanum, með árunum og mánuðum og vikum sáu þau hversu stöðugt S&P 500 var að halda sér og hversu auðvelt var að telja upp hvað markaðurinn var að fara að gera. Á sjálfsögðu S&P 500 lenti í hruninu 2007 og 1987, ég manna ekki, ég ætla ekki að nefna það. En
þeir sáu einfallega hvað sjóðinir voru að gera betur fyrir fólk og auðvelda starfsemi innan kauphallarinnar með því að búa til þessa sjóði og þetta byrjaði að stækka meira en bara S&P 500. En ég held að þetta allt þetta helsta hlutabréf, hvað eru hlutabréf, af hverju eru hlutabréf og skuldabréf, af hverju þau eru að selja sinn hluta í sínu fyrirtæki, S&P 500 og Nasdaq, uppbygging markaðsins og kauphallarinnar og af hverju markaðurinn hreyfist. Ég held ég fór svona þægilega yfir þetta allt og ég vona svo sannarlega að þú lærðir eitthvað að þessu eða ég gjörsamlega klúra þessu fyrir þér. En ég vil enda þennan þátt svolítið á þessum spurningum sem ég fekk í e-maili núna mjög stuttu eftir ég gaf út fyrsta þáttinn og bara takk kærlega þið öll sem sendi mér post. Ég fekk alveg nokkuð margar spurningar en ég held ég svara bara þessum 5 helstu. Og það sem liggur við allir spurðu mig var hversu mikinn pening þarf ég að byrja með til að geta byrjað í þessu og svarið bara alls ekki mikið. Þú getur byrjað með 1000 kall, þú getur líka byrjað með 10 milljónir en settu bara inn það sem þú ert tilbúin í að tapa því að það er best að hugsa það að þú ert að fara að tapa sem pening frekar en að græða á honum. Já, spurning 2. Er hlutabréfamarkaðurinn spilavíti? Sko, ég til hlutabréf ekki vera spilavíti vegna þess að í grunninn þá ert þú að kaupa raunverulegan eignarhlut í fyrirtæki sem framleiðir verðmæti vörur að þjónustu en spilavíti þá ertu einfallega veðja útkomu sem byggist gjörsamlega á handahófi og tölfræðilegum yfirburðum húsisins. Það sem verðmæti hlutabréf ræðst af greiningu og ársreikningum, vextu og stjórnir fyrirtækist, krefjast viðskipta aga, áhættustýringu, stöðu náms til að ná árangri og fleira, þá nei, hlutabréfamarkaðurinn, ég tel það ekki vera að spila víti. Hversu lengi tekur það að læra? Og ég ætla bara að segja því mjög langan tíma, allt frá 6 mánuði til jafnvel 5 ár. Þetta fer að sjálfsögðu eftir því hversu mikinn tíma þú hefur, áhugðin fyrir þessu, hvort þú gefst upp eða ekki og bara já, þetta er ekki get rich quick en að ná mjög góðri kunnáttu á þessu, þú ert að fara að nýta það liggur við gegnum alla þína lífstíð. Hvenær er besti tími til að kaupa? Það voru nokkrir sem spurði því, ég held að voru hvað 3 sem spurði það og þú svolítið finn út úr því bara með því að byrja að læra. Þú getur lært að hverja sem þú getur lært að mér, þú getur lært af öðrum, bara einfallega að byrja á einhverju því að sannleikurinn sá að allt sem þú lærir hlutabréf það mun virka. Það er bara hversu mikinn metnaður þú til að nota þetta, fattaru. Þess vegna þegar fólk kemur upp á mér og spyr hvað er best að læra, ég segi þeim bara byrjaði einhvers staðar því að allt þetta virkar. Markaðurinn endurtekur sig alltaf og með því mun alltaf allt virka. Og já, síðasta spurningin sem ég ætla að taka fyrir fram hér er hvernig borga ég skatt af erlendum viðskiptavinum. Ég eiginlega kenni ekki fólki á hvernig maður á að græða pening af hlutabréfum eða hvernig maður borga skatt eða eitthvað þannig. Ég einfallega kenni fólki á hvernig markaðurinn virkar, af hverju hann virkar og hvernig þú getur svolítið fundið út hvert markaðurinn fer næst. Ég kenni ekki hvernig þú setur peningin í markaðinn, ég kenni ekki hvernig þú getur nýtt þess að græða á honum eða eitthvað þannig slíkt. Bara best fyrir þig að tala við bókara en flest ykkar munu munu þurfa að borga 22% skatt eða verktakaskatt, það fer eftir í hvernig þú fer að þessu. Þannig bara heyrði í einhverjum bókara, flest allir bókara kunna þetta mál og það tók til dæmis ekki langan tíma fyrir minn bókara að finna út úr þessu öllu. En ég vona svo sannarlega að þessi þáttur var eitthvað gagn eða hvort ég gjörsamlega splundraði þessu fyrir ykkur. Þetta er nú bara annað skiptið, það liggur við fyrsta skiptið sem ég gerir hlaðvarp. Þannig að já, kannski finn ég eitthvað betra til að tala um næst sem að verður eitthvað að gagni. En endilega sendi á mér e-mail á asmundur@asmundurari.com eða sendi mér DM á Instagram @asmundurari og vonandi getum við spjallað saman þar eða hvernig það er, endilega sendi spurningar eða hverju ég get breytt, bætt eða gert. En já,
Þetta var þáttur 2 af Maðurinn og markaðurinn. Ég heiti Ásmundur Ari, betur fyrir sem gott að pissa. Takk fyrir mig.